Góða kvöldið. Ég Níam. Takk fyrir þennan hóp. Takk fyrir að taka á móti ljósinu. Miðla því til jarðarinnar. Ég kem frá teymi ljósvera og ljóskerfa. Þar sem verið að aðstoða jörðina við að hækka tíðnina með ljóskóðun. Og við ætlum að koma hérna með ljóskóða í kvöld. Úræ, naru úræ, kattere aru útere. Úræ, aturu úrei, etere nare, ínura, aturu úretere. Eru hattere rare, itere ere, ínaræja tare, itere ere nare. Úræ, aturu úre, eturu. Áaræja tare, itere ere. Áaræja tare itere ere etura. Ni hatru ure tatere maaru utere. Ititere ure atere nare itere. Unaræja kare itere. Unaræja kare itera nahura atere. Eru hattere nare. Ira hatru nare eru utarai. Unarai tare itere ere eru turana. Motarai katru ura. Motarai ateri ura nahere. Tere etru ure ere atru are etere. Nahuraya kare itere. Nahuraya kare itere nere. Eru hattere nira are. Úræ attere here itera nare. Nehura atru. Unere etere ene. Mai tare itera naru utere ene. Nehura ate. Nehura ate. Eru ane. Níam að þakka fyrir. Gott kvöld. Ég Jesúa. Ég langar að tala í kvöld óttann, kæra mannsbarn. Óttinn er stærsta verkefni mannsbarnsins. Óttinn
eru eins og hlekkir sem hvert mannsbarn hefur sett á sig eða leyft öðrum að sitja á sig. Kæra mannsbarn, við erum öll á leið inn í kærleikann, stíga skref inn í sannleikann og treysta. En óttinn sem hefur verið fyllist inn í hjarta þitt og er eins og þú viljið sýna. Þetta er eins og búr sem búið er að læsa hjarta þitt inni í. Ég vil kalla þetta óttabúrið inn í hjartakerfinu þínu. Og lykillinn að hjartanu gegnum óttabúrið er í gegnum traustið. Traustið á sannleikanum, traustið á sjálfu þér, traustið á sanna þú. Enginn getur fundið lykilinn þinn nema þú sjálfur að þínu eigi óttabúri utan hjarta þitt. Óttabúrið er eitthvað sem þú hefur skapað sjálfur inn í þér. Og kæra mannsbarn, þú þarft að leita, nú þarf ég að segja inn á við að þínum lykli til að treysta og í gegnum lykilinn færðu valdið yfir þínu óttabúri og getur opnað það og leyst það upp og leyst það frá af kærleikanum þínum gagnvart þér. Kæra mannsbarn, þegar þú horfir á óttabúrið þitt, þá þarftu að horfa inn á við. Og það er stórt verkefni fyrir hvern og einn að horfa í spegilinn á sjálfan sig og horfa inn og skynja óttabúrið sitt sem maður er fastur í. Óttabúrið þitt er sjálfskapað, er skapað í þér. Og með því að treysta finnurðu veginn að lyklinum. Þetta er vegur ljóssins, vegur Krist. Þegar þú stígur inn í veg ljóssins og veg Krist, þá færðu lykilinn í hendurnar til að losa þig úr óttabúrinu þínu.
Já, kæra mannsbarn, þetta vegur þinn. Að sanna þér, sanna sjálf að hjartanu þínu. En ég vil draga bara athyglina að þessari vegferð því að hún getur verið mjög erfið fyrir marga, kæra mannsbarn. Hún getur verið með marga hindranir í veginum og þær geta verið flóknar að koma og finna veg ljóssins fyrir þig, kæra mannsbarn. Leið og þú treystir, kæra mannsbarn. Leið og þú treystir, leið og þú treystir. Þá finnurðu hvernig vegur ljóssins og vegur kærleikans birtist þér. Og leiðin þín verður léttari og einfaldari. Já, kæra mannsbarn. Það þarf ekki að sækja neitt út á við. Kærleikur þinn, kæra mannsbarn, inn á við. Og það enginn sem getur elska sjálfa þig eins og þú sjálfur, kæra mannsbarn. Kærleikurinn guðdómlegur inn í sjálfu þér. Og kæra mannsbarn, stígðu inn í veg ljóssins, inn í kærleikann þinn. Og til þess þarftu að finna lykilinn þinn að óttabúrinu þínu til að opna það og koma inn í kærleikann. Ég svo umvef hvert einasta mannsbarn á jörðinni inn í kærleikanum, inn í ljósinu. Býð ykkur bara velkomin heim. Ég svo þakka fyrir í kvöld. Góða kvöldið.
Ramses er hér. Hann vil tala breytingarnar á jörðinni. Og hann vil byrja því að segja að þetta tekur allt sinn tíma. Hann sýnir til að endurskipuleggja, til að koma á nýjum aðferðum, til að koma á nýrri hugmyndafræði í að halda utanum stjórnun og frið og samskipti á milli landa. Þá þarf að byggja stoðir og hann sýnir hvernig verið er að setja stóra trjádrumba ofan í jörðina með miklu afli og þeim er raðað í röð og í marga raðir og það þarf að byggja ákveðna undirstoðir í þessi nýju friðarsambönd og í sambönd í heiminum að vil segja alþjóða samskipti og á milli landa. Og er hann að vísa hér í leiðtoga í heiminum. Þessar stoðir, þessar grunnstoðir og þessi grunnhugmyndafræði sem hann sýnir hérna myndlíkingu með því að setja þessa trjádrumba í ákveðna röð og í ákveðið skipulag er nýtt form, segir hann. Og hann sýnir alltaf óreiðuna sem er komin inn á jörðina en á sama tíma þarf að ná eða undirbúa ákveðna grunn að framtíðinni og bendir hann inn í framtíðina núna. Þessar grunnstoðir, segir hann, eru mikilvægar. Í samskiptum frið, í samböndum frið og samstarf á milli landssambanda, segir hann. Með þessum grunnstoðum, það getur verið í formi sáttmála, segir hann, til að byrja með. Þar sem leiðtogarnir mætast til að undirrita grunn að frið í heiminum. Hann sýnir hvernig í raun og veru hópar út allt ekki að vinna saman eða leggja samt hörðum höndum að því að vinna að úrbótum, segir hann.
En það þarf að vinna þetta á í stærra samhengi í þessum samböndum. Það næst ekkert samkomulag ef það er verið að vinna í litlum hópum sér. Því að sýnir hvernig margir hópar er að gera ólíka hluti. Hann talar eins og sé ekki verið að tala sama tungumál. Af leiðtogum heimsins. Sýnir hann svona eins og leiðtogarnir sita í sínu hásæti í sikkoru horninu. Áfram vill að tala þessar grunnstoðir eins og að sá fræjum líka, vill að segja. En þessar grunnstoðir miða þá við ákveðið viðmið. Að samstarfi, friðarsáttmála og einingu í heimsmálum. Ramsir þakka fyrir.